Benedikt Guðmundsson. Benni, næstu dagar eru eiginlega alveg bilaðir. Hvernig líst þér á bikardrafti? Nú færðu þína gömlu félaga eða þitt gamla félag, Íslandsmeistara KR. Þú gast ekki fengið stærra lið? Nei, við fáum bara besta liðið á Íslandi og Íslandsmeistara síðustu 2 ára og spá titlinu núna með yfirburðum, þannig að verkefni verður ekki stærra og meira en ég veist bara gaman að geta mátað þetta lið sem við erum með við besta liðið á landinu og sjá svona hvar við stöndum gagnvart þeim. Nú getur við bent strákunum og sagt, strákum minn, ef okkur langar upp í úrvalsdeild, þá þetta meðal annars það sem þið eigið eftir að takast á við. Já, þetta það sem að býður 2 liða úr fyrstu deildinni þennan veturinn á næsta ári og ég veit að mínir menn vilja vera þar og ég mitt kljást við þessi bestu lið á landinu. Benni, við sjáum til hvernig það fer en svo örlítið svona bara á lokum þetta með að fá KR-inga hérna heim. Þetta náttúrulega gefur bara bæjarbúum tilefni til þess að troðfylla íþróttahöllina. Það nú ekki á hverjum degi sem við höfum verið að sjá úrvalsdeildarlið hérna á Akureyri, ég síðan bara 2007 eða 2008 eða hvernig það var sem við vorum síðast í úrvalsdeild, þannig að nú tækifæri. Já, nú heldur betur tækifæri að kíkja á leik eða langt síðan að fólk hefur gert það. Fyrsti heimaleikur vetrarins og engin smá leikur. Við erum nánast bara að fá íslenska landsliði hérna norður, þannig að ef að fólk vil koma og berja augum bestu körfuboltamenn landsins og sem voru til dæmis að spila í Berlín, þá það bara svo margt sem mælir með því að fólk koma hérna að leika að það eiginlega langt mál að telja það upp. Og eiginlega bara algjör óþarfi, en þetta hins vegar bara þannig að þetta þó að þeir séu Íslandsmeistara kandidatar og allt þetta, þá nú kannski væntanlega langa mönnum til þess að stríða á svolítið. Já, við ætlum að stríða þeim verulega hérna á mánudaginn og gefa þeim góðan leik. Þannig að þeir þurfi að hafa fyrir hlutunum alveg frá fyrstu mínútu og þar til yfir líkur. Já, ég meina við viljum náttúrulega eiga góðan leik á heimavöll og helst vinna alla heimaleiki, þannig að við mætum í þann leik bara eins og alla aðra með sigur í huga og vonandi gengur það allt bara upp hjá okkur og þetta náum að slá tvöfalda Íslandsmeistara út úr bikarkeppninni þetta árið. Það þið nú óskaplega sætt. Það sagði til næsta. Nú tökum við fagnandi á móti ykkur á mánudagskvöldinu. Ekki leikvann klukkan 8 á mánudagskvöldinu? Jó, ég held að það passar. Þá segjum við bara á mánudagskvöldi, Akureyringar, troðfylli höllina og skemmt ykkur við að horfa á 2 frábær körfuboltalið. Nákvæmlega, takk fyrir.